Góðan dag, Guðrún Halldórsdóttir heiti ég og verð kynnir hér í dag. Ég vil byrja á því að bjóða ykkur velkomin á hátíðardagskrá og málþing hér í Listasafni Íslands, sem haldið í tilefni þess að 250 ár eru í dag liðin frá fæðingu myndhöggvarans Bertels Thorvaldsens. Dagskráin unnin í samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneytið. Hér á eftir verða flutt áhugaverð erindi líf og list Bertels Thorvaldsens, en nú hefjum við hátíðardagskrá með ávarpi frá Hörpu Þórsdóttur, safnstjóra Listasafn Íslands. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir mun einnig flytja ávarp og að lokum mun sendiherra Danmerkur á Íslandi Eva Egesborg Hansen flytja ávarp. Gjörðu svo vel, Harpa Þórsdóttir, safnstjóri. Virðulegi mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir og herra Adam Grönholm, staðgengill sendiherra Dan á Íslandi, stedfortrædende ambassadør til Danmark, sem hér eru stödd í sal Listasafns Íslands, aðri gestir hér í salnum á tímum fjöldatakmarkana og ágæta samkoma sem fylgist með dagskrá í streymi, vonandi allt land og víðar. Við erum öll velkomin í Listasafn Íslands í tilefni þess að 250 ár eru í dag liðin frá fæðingu myndhöggvarans Bertels Thorvaldsen. Við minnumst þess að merka listamanns sem átti íslenskan föður en ólst upp í Danmörku og flutti snemma á lífsleiðinni til Rómar til að ganga listgyðjuna á hönd eins og þá tíðkaðist meðal allra bestu listamanna á þeim tíma. Meðal kjörgripa Listasafns Íslands marmarastyttan Ganymedes eftir Thorvaldsen, en styttan kom í safneign safnsins snemma árs 1928. Í bréfasafni Matthíasar Þórðarsonar fyrrum þjóðminjavarðar sem varðveitt í Þjóðminjasafni Íslands og annar fyrrum þjóðminjavörður, Þór Magnússon, hefur verið að rannsaka á síðust árum og veitti mér góðfúslega upplýsingar úr, skrifar Matthías, heimkominn til Íslands þann 27. janúar 1928, bréf til aðalræðismanns Jóhanns Hansen í Kaupmannahöfn, gefanda styttunar, sem átti stórt listaverkasafn. Kveðst Matthías í bréfinu hafa tekið styttuna upp sem hann flutti með sér heim og væri hún alveg óskemmt. Skrifaði hann ennfremur að listvinafélagið hafi beðið að fá að sýna styttuna til ágóða fyrir sjóð sinn sem úr varð, gaf ráðuneyti leyfi til þess að félagið mætti sýna hana í ársfjórðung sem var og gert þetta sama ár. Hefur því átt að selja aðganga henni gegn greiðslu. Og má að þessu sjá að koma styttunar eftir Thorvaldsen hefur vakið mikla athygli fyrir rúmi 90 árum og vísast hafa einhverja krónur safnast í kassan íslensku listalífi til góðs, en listvinafélagið hafi þá verið starfrækt í 12 ár. Nú Ganymedes til sýnis í safnahúsinu við Hverfisgötu og hefur verið frá því á síðasta ári, en þá gaf Listasafn Íslands einnig út bækling á íslensku og ensku þar sem sagt frá verkum Thorvaldsens á Íslandi og má finna bæklingin á heimasíðu safnsins. Sem safngripur í safneign Listasafns Íslands styttan einstök, en að auki á safnið eina blýantstekningu og 66 grafíkmyndir gerðar eftir verkum þessa meistara nýklassíkur. Og ég nota hér tækifæri til að segja frá því að í dag opna Þjóðminjasafn Íslands og Listasafn Íslands samstarfssýningu á netinu á veflegri safnmunaskrá íslenskra safna, sarpur.is, á verkum og munum Thorvaldsens sem varðveitt eru í þessum þjóðarsöfnum okkar, Þjóðminjasafni Íslands og í Listasafni Íslands. Ég hvet alla til að skoða þessa netsýningu. Ganymedes styttan, eins mikilvæg og hún var í íslensku listalífi þegar hún kom til landsins, stendur máski á berangri í safneign safnsins, því hún óstudd af skyldum verkum innan síns listsögulega tímabils í safneign okkar. En hún þó ekki ótengd íslenska listasögu. Ekki frekar en Thorvaldsen og saga hans og það stolt sem hann vakti í brjóstum framfaramanna hér á landi. Ég vil þakka mennta- og menningarmálaráðherra og ráðuneyti hennar fyrir stuðningin og samstarfið við þessa dagskrá, en ráðherra skipaði vinnuhóp fyrir á þessu ári sem lagði fram tillögur að þeirri dagskrá sem hér fer fram á eftir og í hópnum sátu auk mín Rúnar Leifsson, sérfræðingur á menningarskrifstofu mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Ólafur Egilsson, fyrrverandi sendiherra, sem hefur lagt sig fram að þessara tímamóta verði sem best minnst og ekki einungis hér, heldur hefur Ólafur lagt sín lóð á vogarskálar víða. Vil ég þakka þeim báðum fyrir ákaflega gott samstarf. Sendiherra Danmerkur á Íslandi, frú Eva Egesborg Hansen,
Færi ég einnig mikla þakki fyrir þáttöku og framlag hennar og samstarfsfólks í danska sendiráðinu til dagskrárinnar, svo á listasafni Reykjavíkur sem í lok dagsins og í kvöld mun standa fyrir göngu hér í miðbæ Reykjavíkur milli verka Thorvaldsens og vil ég þakka Ólöfu Kristínu Sigurðardóttur, safnstjóra, fyrir samvinnu hennar og hennar starfsfólks. Njótið þeirra dagskrár sem framundan líf og list Bertel Thorvaldsens á 250 ára afmælisdegi hans með hjálp tækninnar, með þessari streymist dagskrá og upptökum sem við leikum í bland. Takk fyrir. Takk fyrir, Harpa. Þá býð ég mennta- og menningarmálaráðherra Lilju Dögg Alfreðsdóttur að flytja sitt ávarp. Gjör svo vel. Góðir gestir, áhörundur í gegnum streymi, nær og fjær. Bertil Thorvaldsen fæddist þennan dag fyrir 250 árum síðan. Myndhöggvarinn var einn stæðsti listamaður síns tíma, fæddur í Danmörku, danskri móður og íslenskum föður og fullnam list sína í Rómarborg, sannur heimsborgari. Í dómkirkjunu hér í Reykjavík varðveitt gersemi ein skírnarfontur úr fegursta marmara sem Bertel gaf Íslandi ættarlandi sínu. Þannig orðaði hann það sjálfur á latínu sem höggin í fontin og eru 3 englar yfir tileinkunn Thorvaldsens. Fonturinn ber ártalið 1827 og kom til Íslands árið 1839. Var fyrsta barnið skýrt í höfuð á gefandanum. Móðir Bertels, Karen Dagsen, var frá vestasta hluta Danmörkur, Jótlandi, en faðir hans, Íslendingurinn, Gottskálk Þorvaldsson, var fæddur að Reynistað í Skagafirði. Dr. Kristján Eldjárn, þjóðminjavörður og síðar forseti Íslands, benti á að listhneigðar hafi mjög gætt hjá ættmönnum Gottskálks, hinum íslensku forfeður myndhöggvarans. En þar á meðal annarra nefndur til sögu Guðbrandur Þorláksson, biskup á Hólum sem móðir Gottskálks, Guðrún Ásgrímsdóttir, föður amma Thorvaldsens, var komin af. Guðbrandur biskup tók sjálfur þátt í að myndskreita biblíuna sem hann gaf út árið 1584, þá fyrstu á íslensku. Margt skýtur þannig stoðum undir að listræn æð Thorvaldsens runnin frá hennum íslensku ættmönnum hans og vitað að myndlist kynntist hann fyrst í gegnum föður sinn. Sú snill sem hann sýndi í teikningu strax í bernsku fleytti honum aðeins 11 ára gömlum inn í listaakademíuna í Kaupmannahöfn sem líka var iðnskóli. Þar var honum veitt svo staðgóða undirstöðu menntun í listinni sem leiddi hann til Rómar, miðstöðar lista og menningar á hans tíð. Og þar var frægð hans til viðurkenning á honum sem fremsta myndhöggvara Evrópu. Ágætu áhörundur, í starfi mínu á sviði mennta, mála og lista markmiðið stöðugtarinn að bæta skilyrðin til að sinna þessum mikilvægu þáttum í lífi landsmanna. Og sem betur fer verður okkur nokkuð ágengt í mörgu. Umskiptin sem orðið hafa frá fyrri tíð eru mikil. Saga Gottskálks, föður myndhöggvarans sem við heiðrum í dag, leiðir hugan að aðstæðum í þjóðfélagi okkar á hans tíma, 18. öldinni og fram á þá 19. Ekki aðeins til þess að hljóta háskólamenntun, heldur líka til að stunda listnám eða öðlast iðnmenntun. Þá var vanlegast oft eini kosturinn að leita til Kaupmannahafnar, höfuðborgar í ríki Danakonungs, ríkisins sem við vorum svo lengi hluti af, uns við á 20. öldinni heimtum á ný fullt sjálfstæði. Gottskálk var ekki nema 16 ára þegar hann fór til Kaupmannahafnar að læra tréskurð árið 1757. Með sama skipi fóru 2 eldri systkin hans, Ari til að læra silfursmíði og systir hans Ólöf sem sneri fljótlega heim aftur. Áður höfðu þeir bræðunir unnið með föður sínum, Þorvaldi Gottskálkssyni, að því að reisa nýja kirkju að Miklabæ í Skagafirði. Þar var Þorvaldur orðinn prestur. Kirkjan var torfkirkja að þeirra tíma hætti en einstaklega vandað tréverk hennar vakti athygli. Það segir
hinn kunni sagnaritari Kristmundur Bjarnason sem nýlega látin. Kirkjan þótti bera af öðrum guðshúsum, tréverkið var mjög vandað og sterklegt, málað og myndskreytt, útskornir pílárar, málaðar bringur, hvarvetna gata líta hið besta snikkara verk. Talið að sú kirkja hafi lengi verið fyrirmynd kirkjusmiða. Smíðin því enn eitt dæmið listfengi í föðurætt Thorvaldsens. Svo mikla áherslu lagði séra Þorvaldur á velferð barna sinna, hann sendi þau öll til Kaupmannahafnar til að mennta sig. Gekk hann mjög nærri sér fjárhagslega til að þetta mætti verða, en hann hafði líka varið verulegu féi til kirkjusmíðarinnar. Móðir þeirra systkina var látin fyrir rúmum áratug. Þorvaldur prestur lést sjálfur 5 árum síðar, 1762, án þess að sjá syni sína aftur. Gottskálk og Ari störfuðu við myndskurð og silfursmíði í Danmörku alla ævi. Sú áhersla, þær fórnir sem séra Þorvaldur færði til þess að búa börnin sín best undir lífið með staðgóðri menntun, minna okkur á og eru okkur hvatning til að hlúa vel að menntun þeirra uppvaxandi kynslóðar sem okkur trúað fyrir. Listirnar, hvers konar skapandi greina sem auðga svo ríkulega mannlífið og vekja sífellt með ungum og hinum eldri gleði í huga og hjarta, verðum við ávallt að hafa í hávegum. Það voru æðstu verðlaun Listaakademíunar í Kaupmannahöfn, gullmedalían sem gerði Bertel Thorvaldsen kleift að komast til Rómar. Verðlaunin hlaut hann fyrir einkar fallega lágmynd af postulunum Pétri og Jóhannesi að lækna lamaðan mann við dyr musterisins. Eftir 6 lærdómsrík ár í Róm hilti undir að hann þyrfti að hverfa heim aftur. Þar voru menn aftur á móti sammála að hans biði fátt annað en að höggva legsteina. Þá gerðist kraftaverkið. Honum auðnaðist að ljúka við og slá í gegn með listaverkinu Jason með gullreifið. Framtíð hans á vængjum höggmyndalistarinnar var þar með tryggð. Dvöl Thorvaldsens í Róm stóð í 40 ár. Ásamt Ítalanum Antiano Cavano hóf hann höggmyndalistana til nýs vegar. Hann rak stórar vinnustofu með tugum listamanna og listnema sem vildu njóta leiðsagnar hans. Listaverk hans dreifðust út álfuna og vestur haf og vöktu hvarvetna aðdáun. Þegar í vændum var að sigursæll Napóleon kæmi til Rómar var Thorvaldsen falið að skreyta Curiali höllina sem átti að verða aðsetur keisarans. Bjó hann til á undraskömmum tíma lágmyndina Innreið Alexanders í Babylon sem margir hafa talið taka öllum lágmyndum fram. Styttur gerði Thorvaldsen meðal annars af Kopernikusi, Gutenberg, Byron Lávarði og Poniatowski, frelsisetju Pólverja og tignar fólki alla álfuna. Eitt skýrasta merki stöðu Thorvaldsens í heimi höggmyndalistarinnar, merkið var Vatíkanið, var einmitt sú ábyrgð sem Vatíkanið fól honum, þótt hann væri lúterstrúað, að gera veglegt minnismerki Pítus Páfa VII til að setja upp í Péturskirkjunni. Í Dómkirkju Kaupmannahafnar, frúarkirkjunni, hinn fræga kristmynd Thorvaldsens. Þar eru líka styttur hans af öllum postulunum og skírnar engillinn, annar skírnarfontur þar sem engill heldur í framrétta hönd í hörpuskel yfir skírnarskál. Skírnarfontur þeirrar gerðar úr marmara einnig í Akureyrarkirkju, gjöf frá kaupmannshjónunum Riel. Það gaman að rifja það upp í sambandi við kristmyndina að þegar Thorvaldsen hafði mótað hana jólin 1826 kom í heimsókn til hans rúmlega 20 stúlka, Kristjana Jóhanna Brím. Ég get ekki stillt mig að skjóta því hér inn til marks tíðarandan og
þá leið framfarana sem orðið hafa síðan að í ferðasögu Jóhönnu í sunnanpóstunum 1838 hefur verið talin sem sagt fyrsta ritgerð eftir íslenska konu og hún hafi birst þá á prenti. En nafns hennar var ekki getið, aðeins sögð vera bréf frá íslenskum kvenmanni í Róm frá því janúar 1827. Jóhanna var dóttir skólabróður og vinar Thorvaldsens frá námsáránum í Listaakademíinu Gunnlaugs Guðbrandarssonar, Brím, ættföður Brímanna. Í frásögn sinni í sunnanpóstnum segir Jóhanna í etatsráð Thorvaldsen húsi hef ég verið og sé það ýmislegt að listverkum hans, þar á meðal líknesku lausnarans, hefur meistarann svo aðdánalega tekist eftir því sem ég fannst að láta andlitið lýsa frelsarans innra manni að það yfirgekk stórum mínum ímyndun. Góðir áhörendur, list Thorvaldsen megnar enn að hafa sterk áhrif nú 200 árum síðar. Í dag gleðjust við yfir því að hafa átt ásamt Dönum svo frábæran listamann. Við gleðjumst því sem hann áorkaði í lífi sínu og yfir þeirri ræktarsemi sem hann sýndi ætlandi föður síns alla tíð og það verður seint fullþakkað. Kærar þakkir. Takk fyrir, Lilja. Þá mun sendiherrar Danmerkur á Íslandi Eva Egesborg Hansen flytja sitt ávarp. Dear Minister of Education, Science and Culture, dear partners from the National Gallery, the Reykjavik Art Museum and Thorvaldsens Museum, distinguished guests. I'm so pleased and honored to speak at this symposium in celebration of what would be the 250th birthday of Bertel Thorvaldsen. It brings me great joy as Denmark's ambassador to Iceland to take part in the celebration of Thorvaldsen, our shared cultural heritage at this conference. Bertel Thorvaldsen plays an important part in the Danish history of fine arts, and as shown with the celebrations today in Iceland, Thorvaldsen is an important part of the cultural heritage in Iceland. This is not the first time we celebrate the artworks of Thorvaldsen in Iceland. In 1982, we had an impressive exhibition with the artworks of Thorvaldsen at Kjarvalstaðir. For that exhibition, over 75 of Thorvaldsen's sculptures were shipped from Copenhagen to Reykjavik. For the first time, the Icelandic population had the opportunity to visit an impressive collection of Thorvaldsen's art here in Iceland. Shipping these works was not an easy task and very costly, but with the help from both public and private funds, the expensive shipping was covered and the Icelandic population could visit the works of Thorvaldsen in the heart of Reykjavik. According to the then Danish ambassador Janus Paludan, who served in Iceland at that time, it was not a day too early that the exhibition came to Iceland. In an interview with Morgunblaðið, he said, and I quote, "There are hundreds of artworks of Thorvaldsen at the museum in Copenhagen, and I did consider it shameful that his works never have been showcased here in Iceland. Even though he worked and lived in Denmark and Italy, there was so much of Iceland present in his work. The genius in Thorvaldsen's art derives from his mix of Icelandic and Italian art," unquote. That the former ambassador would make such a statement should come as no surprise. Of course, Iceland was present in the works of Thorvaldsen. He was half Icelandic. His father, Gottskálk Thorvaldsson, was born and raised in Skagafjörður. Still to this day, the legend in Skagafjörður tells that Bertel Thorvaldsen himself was born on the deck of a ship by his Danish mother, Karen Thorvaldsen, born Darkness
in Skagafjörður. Whether this is the case is maybe doubtful, but what is certain is that Bertel Thorvaldsen came from a long line of talented Icelandic artists and craftsmen. His father, Gottskálk, made a living as a woodcarver in Copenhagen, and the historical records tell us that his paternal grandfather was a gifted carpenter, and among other things built a church in Miklaberg, Blöndulid, where he also served as a priest. Bertel Thorvaldsen derived from a long line of great Icelanders. He was therefore Icelandic, but he was also a Dane, as well as an Italian. See, this is the story of Bertel Thorvaldsen. He was a true European. No one country can lay claim to him. He was loved and cherished all over Europe, and he exhibited and sold his works in many countries. During the final years of his life, there was much debate about where his works would be displayed when he would pass away. Stuttgart was mentioned, München was mentioned, Rome was mentioned, places where he and his work were well known and cherished. Who knows, his art collection could just as well have ended up in Iceland. But in the end, his legacy, his sculptures, the drawings, the carvings, as well as his own physical remains ended up in Copenhagen. A museum was built to showcase the greatness of Bertel Thorvaldsen just by the newly rebuilt Castle Christiansborg. Here in the heart of Copenhagen, neighboring the just established Danish Parliament, the museum opened in 1848. 4 years after his death, in a location and in a building that is an honorable last resting place for Thorvaldsen and his legacy, as a testimonial to just what a great and important artist he was. The work of Thorvaldsen was and is known around the world still today, 250 years after he was born in Copenhagen. Or maybe Skagafjörður. His artworks are exhibited all over the world. The works of Thorvaldsen can be seen in Germany, Armenia, the US, Greece, Poland, the UK, as well as in many more other places, including the great St. Peter's Basilica in Rome. Thorvaldsen's art is of course also present here in Iceland, for example in the Cathedral of Reykjavik, Domkirken, where you can see a wonderful baptismal font that he donated to the church in 1839. That his art is still exhibited today is a testimonial to the timelessness of his work. Thorvaldsen was an artist who looked back in time to find his inspiration, to the antique Greece and Rome. But even though he looked back in time to find inspiration for his art, he was also the symbol of a very modern artist. The son of an Icelandic father and a Danish mother, he traveled and lived in all of Europe. Thorvaldsen is in many ways a perfect example of the Danish-Icelandic connection that still prevail to this day. Families settle in our two countries and relationships and marriages cross borders. This summer, 2 new colleagues joined the staff of the Danish embassy in Hverfisgata, both of them with Icelandic spouses and family. And this is not uncommon. One of the positive experiences derived from the COVID pandemic is that the people-to-people contacts between Iceland and Denmark are still going strong. Normally these contacts flow smoothly without the involvement of the embassy. COVID-19 revealed that many Icelanders and Danes are dependent on being able to travel between our two countries, to visit their family, see their better half, say hey to old friends, go to school and to do business. The embassy staff and I have been in contact with hundreds of them for offering advice
on changing travel restrictions. Our nations and our citizens are intertwined. It is not only in the exchange of people that we are intertwined. There is also very much a cultural and artistic bond between our nations. Danish artists come to Iceland to work and seek inspiration in your beautiful nature, and Icelandic artists likewise travel to Denmark for the same reasons. Finally, allow me to do a little advertising for the Thorvaldsen Night City Walk. I want to encourage you all to participate and share photos on social media from the Thorvaldsen Night City Walk in Reykjavik, starting at Safnahuset at 6 o'clock tonight. At the Night City Walk, which is organized with the help and support of Reykjavik Art Museum and the National Gallery of Iceland, Thorvaldsen's Museum and the Arts Agency in Denmark, we will visit and light up the works of Thorvaldsen located in downtown Reykjavik. At the same time, Thorvaldsen's Museum and grave will be lit up in Copenhagen, and we will share thoughts, texts and photos between Iceland and Denmark. I'm looking forward to participate in this digital celebration together with all of you. Thank you. Bestu þakkir fyrir. Nú munu Áshildur Haraldsdóttir flautuleikari og Svanur Vilbergsson gítarleikari leika nokkur lög sem að veita innsýn inn í líf og samtíma Bertels Thorvaldsens. Að tónlist lokinni hefst málþingið. Gjörið svo vel. Góðan dag, kæri áhorfendur. Þessar mundir heldur gjörvallur heimur líka upp á að 250 ár eru frá fæðingu byltingarmannsins Beethovens. En eins og flestir vita var líf hans styttra og mun erfiðara en líf Thorvaldsen. Mér finnst afskaplega langt síðan þessi kappar voru uppi, en svona til viðmiðunar má hafa í huga að margir jafnaldrar þeirra af Grænlands hákarlakyni svamla enn höfin og við góða heilsu. Thorvaldsen átti í nánu sambandi við tónlistina. Hann var ágætis gítarleikari og spilaði líka flautu, en flautuleik hafði hann numið til 27 ára aldurs í Kaupmannahöfn. Á Thorvaldsen safninu ljósgula viðarflautan hans varðveitt. Þau 40 ár sem Thorvaldsen dvaldi í Róm voru spennandi fyrir tónlistaráhugamannin. Þar var mikið stofutónleika með nýrri og spennandi tónlist og hægt var að sækja óperuna eða fara í Péturskirkjuna og heyra stærri trúarleg verk. Thorvaldsen átti marga vini meðal tónskálda og tónlistamanna, en ekki vitað með vissu hvernig það kom til að óperutónskáldið fræga Gaetano Donizetti skrifaði afmælislag fyrir Thorvaldsen á afmæli hans þann 8. mars 1836. Við ætlum nú að leika þetta litla lag fyrir ykkur. Með því fylgir ítalskur texti sem mærir Thorvaldsen á hátíðardaginn og greinir frá honum sem hinum danska Prometheus sem færir Ítölum eld úr norðri. Þar segir einnig að 1000 stjörnur skuli skína honum til heiðurs og að færa eigi honum 1000 lárviðar greinar.
eftir með verki eftir Thorvaldsen sjálfan fyrir einleiksgítar og heitir Saltarello. Eftir Rossini. Gaman að segja frá því að Thorvaldsen var staddur í Róm þegar önnur ópera eftir Rossini, Rakarinn frá Sevilla, var frumsýnd. Frægur uppþotin sem hún olli meðal áheyrenda sem húuðu og flautuðu hana niður. Það breytti því ekki að skömmu síðar naut óperan gríðarlegra vinsælda. Það var svo Frédéric Chopin, sem var nokkru yngri en Thorvaldsen, sem skrifaði tilbrigðinu þetta stef. En svona tilbrigði og fantasíur við vinsælögur óperum hljómuðu víða á heimilum fyrir tíma upptökutækninnar og streymis.
áratug 19. aldarinnar kom glæsilegur gestur reglulega í morgun heimsóknir á vinnustofu Thorvaldsens og lék á píanó meðan myndhöggvarinn mótaði í leir. Í vinnustofunni var nefnilega frábært píanó þrátt fyrir að Thorvaldsen lék ekki á það. Gesturinn var hinn ungi Felix Mendelssohn. Þessar heimsóknir leiddu til vináttu sem entist ævina út. Við Svanur ljúkum þessu litla tónlistareinslagi á einu þekktasta lagi Mendelssohns á vængjum söngsins. Kæra þakkir Áshildur og Svanur fyrir þessa fallegu tóna. Nú hefst málþingið með erindi frá safnstjóra Thorvaldsen safnsins í Kaupmannahöfn, Annette Johansen. Erindið ber titilinn Líf og list Bertels Thorvaldsen í nýju samhengi. Hvernig og af hverju á Thorvaldsen erindi við okkur í dag. Erindið verður flutt á ensku. Thank you for inviting me to speak at today's symposium on the occasion of the 250th birthday of the sculptor Bertel Thorvaldsen. This has certainly not been the jubilee year that we at Thorvaldsen's Museum had been imagining last year when we planned a comprehensive program for 2020, including guided tours, talks, and events, as well as a large special exhibition about Thorvaldsen's sculptural portraits entitled Face to Face, Thorvaldsen and Portraiture. Even though this special exhibition has been extended until the end of 2020, it is unfortunately most likely that only a limited number of visitors will be able to see it. My presentation
today is entitled New Perspectives on Bertel Thorvaldsen's Life and Art. Why is he relevant today? My aim is to talk, in this talk, is to be topical and concrete. So I will start by telling part of the story of how we planned the anniversary events scheduled for this year. To begin with, we spent a great deal of time discussing which narratives about Thorvaldsen and his artistic work we wanted to devote extra attention to. What is important and interesting, and why. For us, as highly specialized professionals, it is always relevant to ask ourselves whether the topics that we find exciting and inspiring also are exciting and inspiring for our visitors, who most often are ordinary citizens with an interest in culture. We need to ask ourselves, what do our visitors really know about Thorvaldsen, generally speaking? And what is more, how ought we to disseminate the knowledge we have of Thorvaldsen's neoclassical sculptures, given the lack of focus on classical education in recent decades? Today, sadly, only very few are familiar enough with classical mythology to be able to recognize the figures and scenes that Thorvaldsen interprets in his works. During our planning phase, we've had the opportunity to work with an agency that has expertise in experience communication. As part of the planning process, the agency facilitated a series of workshops for us with the aim of selecting the target groups that we would most like to reach. The target groups that we selected are multiple and broad. Cultural interested citizens in general, regular museum goers, families with children, young people, and new residents of Copenhagen. Our focus, in other words, was and is predominantly on Copenhageners and visitors to the city. This is partly because Thorvaldsen was born and raised here, and partly because, for historical reasons, his museum is owned by the municipality of Copenhagen. But it is, of course, also because we see untapped potential here. There are many Danes who do not know of Thorvaldsen and who have never visited the museum. In order to generate ideas about what we should focus on more concretely, and in order to put our target group's wishes and needs into words, the agency conducted a number of qualitative focus group interviews on our behalf. They invited representatives of the target groups to visit the museum and then interviewed them afterwards about their experience. Some very interesting statements came out of these interviews. Here is a small selection. I quote, "It's a problem that this is Thorvaldsen's museum, but you get so little information about him. That's what you'd expect after all. They ought to advertise how beautiful it is here, make it more visible. They have a lot to offer, but they fly under the radar. Something catchy was missing. I'm struggling to figure out what I should focus on, and the museum isn't helping me." Events with wine, for example, a sketching evening, an artist's evening, where you could develop your own skills with handcrafts, that would be great. I find the exhibitions relevant for me personally because I have a special interest in fine craftsmanship and the artist's history. But there is a limit to how much time I can spend on it in the end. Soon enough, I'll come to need a wider perspective. If I'm to summarize the statements from the interviews briefly, almost all of the interviewees wanted to gain more knowledge about Thorvaldsen as a person, and they wanted to understand his art in a meaningful context.
They also wanted to be emotionally engaged and actively involved. The younger target groups in particular were interested in more digital dissemination, which they themselves could choose how to dose themselves with while walking around in the museum, whereas the older target groups wanted something more concrete in the form of signs, texts, brochures, or the like. Common to all groups was a demand for one-to-one communication, that is, for guided tours, talks, and various types of events, as well as opportunities to participate actively or unleash one's own creativity. The results of the qualitative focus group interviews were not so surprising to us. Still, they took on a new legitimacy and weight when we were able to read in black and white about how the museum visit had been experienced by the individual and about what was needed to make the experience an even better one. What our respondents wished for was not rocket science, but it did become clear to us that we needed to start elsewhere than where we would otherwise have begun. As professional experts, our task is to set the frame for the story of Thorvaldsen. We learned from the interviews, however, that we needed to do this in such a way that we would highlight the parts of Thorvaldsen's life story, his art, and his personality that resonate with today's visitors, and which at the same time carry sufficient scholarly weight. So instead of bringing all of our detailed knowledge about Thorvaldsen into play, we needed to focus on themes and topics that the study had shown us that our target groups were interested in. In this way, we hope to pique the curiosity of our visitors, appealing to their emotions and senses. Because Thorvaldsen's museum is a protected monument, we are unable to use the walls for communication. Accordingly, we worked with the agency to develop pieces of mobile and interactive communicative furniture that can be placed around the museum in locations where we believe they fit in well with the museum events and changing exhibitions. I would now like to say a little bit about these. One piece of communicative furniture deals with Thorvaldsen's life and times. A printed timeline of the years 1770 to 1850 presents Danish and international historical events during that period and focuses on Thorvaldsen's major life events. In addition, there are 6 themes that you can select by pressing buttons. The themes are chosen with reference to the interviews and unfold as projections, along with photos of relevant works, excerpts from letters or other materials. The 6 themes are Thorvaldsen the artist, Thorvaldsen in his own time, Thorvaldsen's wealth, Thorvaldsen and women, Thorvaldsen's museum, and Thorvaldsen's everyday life. Each theme is accompanied by a few carefully selected statements. Here are a few examples. For the theme Thorvaldsen's wealth, we tell the viewer the following story, among others. By 1821, Thorvaldsen has become so wealthy that he is able to lend a large sum of money to the Danish Prince Christian Frederik, namely 9,000 Roman scudi, corresponding to 238 kilos of pure silver. The prince has difficulty repaying the loan, and Thorvaldsen generously forgives part of the debt. This story is accompanied by an excerpt from a letter that Thorvaldsen wrote to the prince in 1826-1827. I most submissively thank Your Royal Highness for having shouldered for so long the burden of administering this sum of money belonging to me.
I would surely not have been able to find a better place to keep it. This is a rather subtle and humorous reply to a Danish prince who is having problems with his finances. Under the theme Thorvaldsen in his own time, the following story can be read. Even though you have fine titles and frequently meet kings, popes, and generals, you can still shake hands with everyone. Thorvaldsen shocked the 19th century upper class by shaking hands with peasants, servants, and other ordinary people. This information refers to an incident connected to a fine banquet in Altona in 1842 and offers an impression of Thorvaldsen's egalitarian humanism. A second form of communicative furniture focuses on the craftsmanship behind the art. Here you can handle yourselves tools similar to those Thorvaldsen used and watch a number of small films that we have produced. In these films, a sculptor describes a given work process while showing how the tool is used. A third piece of communicative furniture involves a large touchscreen featuring a world map. By touching on various marked sites around the world, you can find in their current locations all of the works that emerged from Thorvaldsen's workshop in Rome during his lifetime. We are still working on obtaining photos and information in order to make this interactive map as complete as possible. A touchscreen with a world map is a simple way to show how highly Thorvaldsen was in demand as a sculptor and in how many locations his work can be found in today. On the lighter side of dissemination, we've also worked with the agency to create a shadow projection onto the wall leading into the museum's public cloakroom. Here you see a sculptor in the process of instructing a student or assistant on how to model a bust. There is no text and virtually no sound either, just a short scene introducing our main character. The museum building's large frieze is in itself a huge cartoon, a brilliant example of staged reality in Thorvaldsen's day, but few people today are aware of what it is about. Because the original frieze was replaced with a new version in more weather-resistant materials back in the 1950s, it is today possible for us to use and include small portions of the original frieze in our dissemination efforts. Here we have exhibited a small piece of the original frieze flanked by a stand with an iPad. By swiping, visitors can obtain an introduction to the story of the frieze from 4 central motifs. To meet the demand for further dissemination, we've also developed an app in collaboration with a private company. Here we have collected our material about Thorvaldsen's sculptures for dissemination, along with our audio guide. The possibilities are endless, and in time we hope to be able to include both audio and film clips as well. We have also included dissemination material from our special exhibitions in the app, despite the fact that we produced printed material for these as well. We've invested in 50 smartphones with good screens that visitors can borrow, but we are still beginners at this. Much of the communication that I have described here is centered on the person of Bertel Thorvaldsen. And as you know, he is indeed buried in the museum's inner courtyard. Yet, the background for the stories about Thorvaldsen that we are unfolding at the museum today derives from targeted research over the last 10 to 15 years on the archival material that Thorvaldsen left behind. That is, his correspondence, workshop accounts, notes, memoirs, and more.
and to which his circle of acquaintances contributed as well. Here, a somewhat different and more nuanced picture of the person Thorvaldsen emerges than what one finds in the biographies and other literature published during the years around and after his death. The information that we find interesting today in the archival material was perhaps not regarded as interesting at all 170 years ago, when Thorvaldsen's life and art were canonized in accordance with the then prevailing cultural and political currents in Denmark. Today we study the archives from a different perspective. For example, we can see today that Thorvaldsen recognized and at times also supported female artists, which must be said to have been quite unusual and quite interesting. By all accounts, Thorvaldsen also adhered to certain principles of equality in respect for other people, irrespective of their gender, social status, or background. He is described as having been modest and straightforward, and he maintained a simple way of life despite his enormous wealth. Thorvaldsen's insistence on staying in Rome, despite numerous calls to return home, also shows that he was both stubborn and confident enough to dare to take his fate into his own hands. The prospect of having to take on tedious commissions of tombstones back home in Denmark by no means appealed to him. Thorvaldsen had an enormous artistic talent that he administered with diligence and skill. He was clearly also socially gifted and benefited from good luck as well. Thorvaldsen succeeded in realizing his dream of artistic and personal independence at a time when that was quite unusual for a man of his background. There is a plethora of material providing information about Thorvaldsen's life and his person in various ways that we can bring into play by means of new methods. Methods that arouse interest and recognition among today's museum goers and which inspire reflection. On our website, we provide a link to the Thorvaldsen's Museum archives, where all of the museum's archival material, photographed, transcribed, and annotated, is available at no cost in Danish and, to a lesser extent, in English as well. When it comes to Thorvaldsen's works and artistic practice, we have addressed certain themes that are also relevant today. Inspired by Canova, Thorvaldsen established a large workshop in Rome where many assistants were at times employed. Here Thorvaldsen was the concept artist who devised the ideas for the works. Subsequently, he delegated the practical tasks to his assistants, who specialized in particular parts of the work process. Thorvaldsen was thus the manager and supervisor who managed the workshop with a firm hand and ensured the quality of the work performed. This is similar to the way in which many of our greatest visual artists are working today. Olafur Eliasson, Jeppe Hein, Elmgren and Draxet all have large workshops where workers and assistants are hired to bring their ideas to life, and their works are sold all around the world. As mentioned, it can be difficult for today's visitors to relate to all of the mythological figures referenced in Thorvaldsen's works. Who are Jason, Hebe, and Diomedes anyway? The unknown names complicate the direct encounter with our art. It would be easier if we simply deleted the titles, as Thorvaldsen made use of the gods and heroes of classical antiquity in order to depict such universal themes as love, health,
age, anger, and jealousy. Today, on Thorvaldsen's 250th birthday, we are launching an online catalog in which you can explore all of Thorvaldsen's works via a link on our website. It's a project that we've been working on for several years, and it contains many, many beautiful photographs and ways to search throughout his works. For example, to search by motive type, title, or year of production. The catalog includes a number of completely new opportunities for exploring Thorvaldsen's artistic universe. In our special exhibition on Thorvaldsen's portraits, the focus is above all on how classical antiquity serves as the ideal of beauty within his artistic negotiation with portraiture. Thorvaldsen was one of the most popular portrait artists in the first half of the 19th century, not least because he was able to depict the portrait subject in such a way that the ideal and timeless beauty of classical antiquity emerged in all its purity, substantiating the standards of the time for cultured human beings. In our special exhibition, the vanity of Thorvaldsen's age is compared to our own culture of Photoshop and selfies. Thorvaldsen's portraits are not only set against their direct role models in classical antiquity, but also enter into dialogue with some of the most prominent Danish artists of our own day, who create new perspectives by means of words, installations, and photographs. Although it is difficult to understand today, neoclassicism's reinterpretation or sampling of classical antiquity also involved an indirect rebellion against absolute monarchy. At the time, interest in classical art reflected a belief in the importance of the cultivation and independence of the individual. Thorvaldsen's gift to the citizens of Copenhagen in 1838 and the construction of this museum are thus inextricably linked to the introduction of popular rule and democracy in Denmark. For Thorvaldsen and his circle of friends, art was a democratic tool that served to make us better human beings. This is why Thorvaldsen's art and his museum are absolutely central to civic self-understanding and democratic Bildung in Denmark. And we believe that this narrative is incredibly important. Takk fyrir, Annette. Næst það Sigurður Egill Thorvaldsson læknir sem flytur erindið á slóðum Thorvaldsens í Kaupmannahöfn, Reykjavík og Róm. Góðir áheyrendur, ég kallaði þetta litla erindi mitt á slóðum Thorvaldsens frá Kaupmannahöfn til Rómar og Reykjavíkur á 250 ára afmæli hans. Nú að sjá hvort þetta virkar allt. Öll eigum við nokkuð í Thorvaldsen. Hann átti íslenskan föður, danska móður og var lungað úr starfsævi sinna á Ítalíu. Fyrsta bók eða bæklingur Thorvaldsen á íslensku kom út 1838 þegar hann var alkominn til Kaupmannahafnar. Það var hið íslenska bókmenntafélag sem stóð að því. Svo liðu nær 100 ár þar til næsta bók kom út, bók Helga Konráðssonar, sem að koma út í annar útgáfu akkurat í dag. Thorvaldsen var sér mjög vel meðvitaður íslenskt ætterni sitt. Hann var prestssonur úr Skagafirði, móðir hans var dóttir meðhjálpara og organista frá Norri Nissum á Jótlandi. Við sjáum hérna vinstra megin á skjánum málverk af Gottskálk, 47 ára gamlum. Teikningin talin vera af móður Thorvaldsen og eftir Thorvaldsen sjálfan, Karen Dagnes.
Listfengi og hagleikur í ætt Thorvaldsens þekktur. Miklabæjarkirkja var lista- og hagleiksmíði Þorvaldar, afa Thorvaldsens, og föðuramma Thorvaldsens var afkomandi Guðbrands Þorvaldssonar Hólabiskups sem sjálfur myndskreitti Biblíuna. Tréverk í Víðimýrakirkju í Skagafirði talið verið í líkingu við kirkjunar sem afi Thorvaldsen reisti að Miklabæ, að miklum hagleik og smekkvísi með báðum sonum sínum, og hún sögð hafa orðið fyrirmynd annarra kirkna. Útskurður og annað handverk varð lífsviðurværi Gottskálks föður Thorvaldsens, og vinnustaðurinn við skipasmíðastöð við Larsensplads í Kaupmannahöfn, og þangað fór Bertil oft til föður síns og aðstóðaði hann. Hann lærði að nota handverkværi og kynntist fyrirkomulagi og framkvæmd vinnunar á stórum vinnustað. Og í Róm rak Thorvaldsen síðar stórt verkstæði með 40 manns í vinnu og kunni vel að stjórna. Hann fæddist á Grönnugarði 7 þann 19. nóvember 1770 og hér sjáum við Grönnugarði 7 og það skjöldur á húsinu til minningar það. Thorvaldsen var snemma óvenju góður teiknari og var tekinn 11 ára en í listaskólan í Höfn 1781 og þar vann hann stóru silfurmedaljuna 1789 fyrir lágmyndina Amor hvílist sem við sjáum hér á sporaskjölöguðu myndinni, og til hægri sjáum við teikningu sjálfsmynd sem Thorvaldsen gerði þegar hann 24 ára gamall, og nokkur líkindi eru með andlitinu á Amor og Thorvaldsen, og það allt vel. Thorvaldsen vann síðan hina minni gullmedalju 1791 og hina stærri gullmedalju 1793 fyrir upplifta mynd af því þegar Pétur og Jóhannes læknuðu haltan mann fyrir utan dyr musterisins. Þetta færði honum einnig ferðastyrk til utanlandsdvalar til 3 ára. Thorvaldsen hafði nokkur tengsl við aðra Íslendinga, meðal annars Gunnlaug Brím. Gunnlaugur fór 15 ára til Kaupmannahafnar og fór í listaskólan. Hann lauk prófi sem myndhöggvari við góðan orðstíg og hlaut silfurpenning Listaakademíunnar og var í vinfengi við Thorvaldsen á þessum tíma. Og við brottför sína til Rómar 1796 fól Thorvaldsen Gunnlaugi að fullvinna listaverk sem hann hafði teiknað af rómverska goðinu Neptúnusi og pantað hafði verið frá Kíl. Ekki vitað hvað varð þetta verk eða hvort því var lokið. En nú Thorvaldsen á leiðinni til Rómar og það tók 6 mánuði. Hann var farþegi á herskipinu Thetis sem stoppaði á Spáni, Möltu, Alsír, Möltu og síðan Palermo og Napoli. Það voru nokkuð viðsjárverðir tímar sem ríktu í Róm þegar Thorvaldsen kom þar. 1796 eru herir Napóleons að flytja í burtu listaverk úr Vatíkaninu og höfðu samkvæmt friðarsamningi sem var gerður í Tolentino fengið leyfi til þess að fara einnig inn á einkaheimili manna og taka það sem að þeim þótti þar áhugavert. Thorvaldsen sagður hafa gengið með passa í vasanum allan tíman ef hann skildi þurfa að fara skyndilega. En á skemmtilegri nótum við skulum fara á slóði Thorvaldsens í Róm, Piazza di Spagna, eða Spánska torgið. Við förum inn á Via Condotti og göngum niður götuna niður að Café Greco. Þar var Thorvaldsen fastagestur og einnig H.C. Andersen. Við sjáum þarna brjóstmynd upp á bókaskápnu fyrir enda herbergisins. Það brjóstmynd af Thorvaldsen. Hún greinilega búin að vera þar lengi því að þetta gifsmynd sem núna orðin ansi brún eins og við sjáum þarna á myndinni. Síðan farið út á Via Condotti aftur og í áttina að Spænsku tröppunum og þegar við erum komin upp Spænsku tröppunar komum við á Via Sistina. Thorvaldsen bjó á Via Sistina í Róm í 40 ár og það skjöldur á þessu húsi til minningar það. Þegar komið inn í húsið og gengið upp aðra hæð á Via Sistina þar sem Thorvaldsen bjó,
sér maður brjóstmynd af Thorvaldsen og fyrir neðan brjóstmyndina marmaraskjöldur sem getur þess að hann hafi búið þarna í 40 ár. Og það var Ludvík bæjarakongur sem stóð í því að láta gera þetta. Það annað þarna á veggnum sem marmaraskjöldur til minningar það að Píus Pái kom í heimsókn til Thorvaldsen. Og það nú ekki á hverjum degi sem Páin fer í heimsókn út í bæ. Thorvaldsen iðkaði og hafði yndi af tónlist. Felix Mendelssohn skrifaði til systra sinna 1830 hefði hann komið til Thorvaldsens og haft yndi af því að spila fyrir hann á píanó sem Thorvaldsen hafði keypt árið áður meðan að Thorvaldsen mótaði í leir. Við sjáum hérna á myndinni Thorvaldsen 50 og til hægri annar tónlistarmaður Donizetti sem samdi lítið tónverk í tilefni afmælis Thorvaldsens 8. mars 36 og nótur eru sagðar vera til í arkífinu í Thorvaldsens safni. Thorvaldsen var boðið að gerast meðlimur í Accademia di Belle Arti di San Luca. Það listamannafélag og eiginlega listaskóli í Róm sem var mikið undir stjórn Páfagarðs. Thorvaldsen var meðlimur Akademíunar 1808 og það var fyrir tillögu 3 myndhöggvara, þar á meðal Antonio Canova sem gjarnan verið að bera þessa menn saman af verkum sínum. Við inngöngun í Akademíunni átti Thorvaldsen samkvæmt reglum að senda inn málverk af sér og verkur gifsi. Við sjáum málverki hér til hægri. Thorvaldsen var síðan forseti þessarar Akademíu 27-28. Skammt frá Fontanatrevi sem margir þekkja þessi Accademia di San Luca og hér að finna nokkur verka Thorvaldsens. Við sjáum hérna að húsið sem Accademia di San Luca fyrir þar inn og þar fyrir endagangsins sem við sjáum hér á hægri myndinni eitt af verkum Thorvaldsens Gyðjurnar 3. Framar og nær okkur Ganymedes og örnin sem verk sem Thorvaldsen sendi inn til að fá að skipta því út fyrir verkið af Gianni Lumen sem hann hafði sendt inn upphaflega. Og við sjáum hérna hvernig Ganymedes krýpur fyrir framan örnin og brynnir honum. Og það saga af því að þegar fyrirsætan var orðin dálítið þreytt og þurfti að setjast og hvíla sig, að þá kallaði Thorvaldsen, hreyfði þig ekki og þar mótaðist í huga hans hugmyndin smaladrengin. Þessum smaladrengir sennilega kalt í Skagafirði. En verk Thorvaldsens í Péturskirkjunni í Róm eru merkileg fyrir þá sök að það eina verkið eftir mótmælanda sem í Péturskirkjunni og það var Ercole Consalvi Cardinali sem pantaði verkið hjá Thorvaldsen fyrir minnismerki Píus Páa 7. Og miðri myndinni hérna sjáum við verkið í heild og til hægri nærmynd af Páanum. En það á öðrum stað í Pantheon sem margir þekkja, sem yfir 2000 ára gömul bygging, minnismerki sem Thorvaldsen gerði áður nefndan Ercole Consalvi. Það brjóstmynd og lágmynd. Það gjarnan í bókum talað 3 þrep í þroskaferli til heimsfrægðar Thorvaldsens, Jason 1803 og Adonis 1808 og innreið Alexanders í Babylon 1812. Við skulum skoða hana aðeins betur. Napoleon hafði pantað þessa mynd eða pantað að sett upp verk í móttökusal í Kvirnalhöllinni sem hann ætlaði að vera í þegar hann kæmi til Rómar. En Waterloo og tap Napoleons þar breytti miklu og það varð ekki af þessu. En það nú gifsafsteypa í Kvirnalhöllinni. En lítum aðeins á lítinn hluta af þessari lágmynd innreið Alexanders mikla í Babylon. Við sjáum hér vinstra megin
friðargyðjuna sem býður Alexander velkominn og það sigurgyðjan sem stýrir vagni Alexanders. Lágmynd þessi varð mjög eftirsótt. En það var auðmaðurinn og listunandinn Sommaravia sem pantaði og fékk hjá Thorvaldsen marmaraútgáfuna að þessu 33 metra langa verki og það sett við Villa Carlotta við Kómóvatn. Þetta líka hægt að sjá í Alexandersalinn í Kristjánsborgarhöll. Thorvaldsen hafði sama sið og margir listmálarar. Síðasta myndin af þessum langa 33 metra lágmyndaferli var raunverulega mynd af Thorvaldsen sjálfum og Sommaravia. Thorvaldsen þarna stoltur myndhöggvari að sýna manninu sem keypti verkið hvað hann hefur skapað. En nú erum við að huga því að Thorvaldsen fer til Kaupmannahafnar. Hann fór aðeins einu sinni til Kaupmannahafnar á þessum 40 árum sem hann var í Kaupmannahöfn og ég ætla aðeins að kíkja á leiðina norður. Hann stoppaði í Sviss til að skoða vegginn þar sem átti að höggva út minnismerki svissnesku lífverðina sem féllu þegar þeir voru að verja Lúðvík 16. konung í Tvíhöllinni. Thorvaldsen gerði uppdrættin að þessu verki en það var Lukas Ahorn sem hjóð það í bergið. Ljónið sært spjóti og liggur fram á skjöldin, það að verja búrbónættina en fyrir framan ljónið tákn svissnesku lífvarðana sem að féllu þegar þeir voru að verja konunginn. Thorvaldsen núna frægur, fertugur og vinsæll. Fallegu maður. Ég ætla aðeins að bíða með dvölinni í Kaupmannahöfn en fer núna strax í suðurferðina frá Kaupmannahöfn til Rómar. Thorvaldsen þá á þessum tíma ákaflega eftirsóttur veislugestur. Hann mikill þáttakandi í samkvæmislífi, hittir keisara og konga og í Varsjá þá gerir hann brjóstmynd af Alexander Rússakeisara, hann hittir Frans keisara Austurríkis og Metternich og þegar hann kemur til Rómaborgar þá 150 manna móttökuveisla fyrir hann og þar hittir hann Kristján Danaprins og eiginkonu. Á gamlárskvöld þá það aftur Lúðvík bæjaraprins sem gestgjafinn en þetta var ekki bara svona eina leiðin til að koma söður. Thorvaldsen hann hugaði líka að verkum sem hann samdi þar á meðal minnismerki Poniatowski í Varsjá í Pólandi og af Kopernikus í Varsjá. Það önnur mjög stór minnismerki eftir Thorvaldsen, Maximilian í München, Schiller í Stuttgart og Gutenberg í Mainz. En nú erum við komin aftur til Kaupmannahafnar og Napóleon stríðsins. Bretar höfðu sett hafnbann á Frakkland en Danir virtu það ekki. Og Bretar óttuðust að Frakkar kynna ná tökum á danska flotanum og þannig ógna yfirráðum Breta á hafinu. Og Nelson flotaforingi ræðist á Kaupmannahöfn 1801 og 1807, eyðir danska flotanum og bombarderar Kaupmannahöfn og Vor Frue kirkja, eða Maríukirkjan eins og við köllum hana, hún eyðileggst og það þá sem að eiginlega verði til verkefni sem Thorvaldsen beðinn að koma að sinna og það þegar verið endurbyggja Vor Frue kirkja og hann samdi þá á þeim tíma að gera postulamyndirnar sem við sjáum hérna meðfram hliðunum í kirkjunni og einnig kristmyndina og við kíkjum á það aðeins nánar og hér sjáum við kristmyndina nær og skírnarfontinn sem að Thorvaldsen gaf Vor Frue kirkju og tók enga greiðslu fyrir. Hann hafði áður gert mynd af englinum standandi með skírnarskálina en áttaði þess á því að það myndi skyggja á kristmyndina svo hann lét engilinn krjúpa og halda þannig á skálinni. Við sjáum hér hægra megin kristmyndina sem að sést víða allan heim. Þetta mynd úr andirinu á
Hopkins spítalanum í Baltimore. Og það sögð skemmtileg saga að því að þegar Thorvaldsen var að vinna þetta verk og hún stóð uppi í vinnustofu hans að Freund, samstarfsmaður hans og nemandi, kemur til hans og Thorvaldsen eitthvað ekki alveg ánægður með hendurnar svona fyrir brjóstinu og eitthvað kvart undan því sem hann hefur gert og þá segir Freund við hann en Thorvaldsen og breiðir út farminn. Akkurat það var þetta, sagði Thorvaldsen. Og þar með þessi fallega kristmynd þar sem að Kristur býður alla velkomna og svona litlar sögur eru víða til Thorvaldsen. Það skírnafontur einnig eins og í Akureyrakirkju, samskonar og í Vor Frúikirkju og það var hoggið í Marmara á Ítalíu með leyfi Vor Frúikirkju og það eru kaupmannshjónin á Akureyri, Rýjöl, sem að gáfu þetta. Við þekkjum flestir skírnafontsins í Dómkirkjunni og Thorvaldsen sendi hann eiginlega af stað 1833 og þegar hann kemur 1838 til Kaupmannahafnar þá sér hann að hann ennþá þar og hefur ekki farið alla leið, hann átti að fara strax til Íslands. Hann kom til Íslands 1839 og það eintak í Heilasandakirkju sem raunverulega fyrsta útgáfan af þessum skírnafonti og hefur greinilega átt að fara til Íslands því það skrifað á hann sama tilengun eins og á fontinu sem við fengum 39. Það á latínu en Jónas Hallgrímsson snaraði því í mælt mál íslenskt sem á þessa lund. Smíðisgrip þennan gjörði í Rómaborg og gaf Íslandi ættarlandi sínu í ræktarskyni Albert Thorvaldsen 1827. Já, ég ætlaði að segja að það aðeins munur á þessum fontum að því leytinu til að fonturinn í Heilasandakirkju eru fjórar marmaraplötur settar utan innri stein. En fonturinn í Dómkirkjunni hérna hjá okkur, hann á gegn heilum marmara. Árið 1839, eftir að Thorvaldsen var sestur að í Charlottenborg, skapaði hann þetta verk sem við sjáum hér sem mistaraverk hans og hann minnismerkjum hann sjálfan, myndasmiðurinn. Hann gerði það í Nísu og afsteypa þessa verks var gefin Íslandi 1874 og afhjúpuð á Austurvelli 1875. Þetta var gjöf Kaupmannahafnar til Íslands í tilefni á 1000 ára afmæli Íslands byggðar. Verkið sem var upphaflega á Austurvelli var það vikið fyrir Jóni Sigurðssyni og núna hér í Hljómskálagarðinum. Og það allt gott það að segja. Það var 1931. Við sjáum eina af kristmyndum Thorvaldsens í Fossvogi. Það mjög víða í kirkjugörðum sem við sjáum þessar lágmyndir sem einstaklega fallegar. Svo vinstra megin nóttin og svo hægra megin dagur. Í Verslunarskóla Íslands þessi merkur mynd til og það gjöf dansks manns og Verslunarskóli eignaðist þetta verk fyrir atbeina Ólafs Egilssonar fyrir sendiherra í Danmörku og nemandar skólans og þetta gjöf Svens K. Petersens dansmanns. En litla sagan sem ég ætla að segja að Thorvaldsen var á leiðinni heim upp via Sistínan þegar hann sér ungan myndalegan Ítala halla sér upp að dyrastaf á veitingastað og áttar sig á þá hvernig hann gæti mótað verk sem hann hafði í huga og það augljóst að hann hafði þetta í huga þegar hann satt á fundi í Akademíu di San Luca því að hann þarna að gera uppdrætti á meðlimaskrána yfir þá sem í Akademíunni og það eru svona fyrstu drögin að þessari mynd sem Merkur Argosbana.
Ganymedes einnig gjöf frá dönskum manni til Íslands. Hún núna í Safnahúsinu á Hverfisgötu og það var Jóhann Hansen sem gaf Íslandi þessa mynd 1927. Thorvaldsen og Ludvig fyrsta Bayern þekktust vel og voru miklir mátar og Ludvig reyndi mjög mikið að fá Thorvaldsen til að setjast að í München. Og við sjáum þarna mynd af Ludvig en hann pantaði hjá Thorvaldsen styttu af Adonis. Það sagt að Canova hafi hrifist mjög af þessu verki. Og við sjáum hér 3 styttur af Adonis. Sú fyrsta til vinstri raunverulega marmarastyttan í Glyptotekinu í München. Næst sjáum við styttur sem margir hlaupa fram hjá þess að hugsa nokkuð hana. Það Adonis líka en það í andirinu á Borgarspítalanum. Og hér út á horni í Hallagarðinu við Fríkirkjuveg eirmynd af Adonis sem að Reykjavíkurborg keypti eða lét gera í tilefni 1100 ára afmælis Íslands byggðar 1974. Stytta Thorvaldsen Jason jafnan talin eitt af hans merkustu verkum og það má segja bæði Jason og Thorvaldsen að þetta eru 2 sigurvegarar. Jason var mótaður á krítiskum tíma fyrir Thorvaldsen til styrkur hans frá Listakademíunni í Kaupmannahöfn var útrunninn. Þá kemur Thomas Hope, auðugur breskur maður sem að geri pöntun á þessari styttu. Og það var til þess í marmara og það var til þess að Thorvaldsen gat verið áfram í Róm en það liði 25 ár áður en Hope fékk styttuna. Nú þetta talið í vera eitt af höfuverkum í nýklassískri höggmyndalist og ferð Thorvaldsen til Rómar stundum líkt við ferð Jasonar. Jason kom með gullnarefið og vann ríki sitt. Thorvaldsen fer til Rómar og sýnir getu sína með verkinu Jason og vann sér mikinn sess sem listamaður. En aðeins söguna á bakvið þetta verk því að Thorvaldsen fer gjarnan í gríska goðafræði til þess að leita sér af efni. Sagan svo að til að ná ríki föður síns varð konungssonurinn Jason að ná í gullnarefið sem var gætt að dreka sem svaf aldrei. Jason fann gullnarefið og drap drekan sem gætti þess. Og skoðar Canova þetta verk Thorvaldsens í vinnustofa hans og segir það. Þetta verk hins unga myndhöggvara unnið á nýjan og stórfenglegan hátt. Thorvaldsen átti 2 börn. Móðir barnanna Anna Maria von Uden. Carlo Alberto, sonur þeirra, hann dó 5 ára. En Elisa náði fullorðinsaldri og eignaðist börn og hún giftist Poulsen sem var danskur diplomat í Róm. Þau eignuðust 5 börn en aðeins 1 barn þeirra náði fullorðinsaldri en það komin og eignaðist afkomendur og þeirra afkomendur á Sikiley og í Róm. Þegar Poulsen dó þá einhverju tíma síðar giftist hún ítölskum manni Giorni og frá því hjónabandi ættleggur í New York og í Kaliforníu. Thorvaldsen var fagnað sem þjóðhetju þegar hann kom alkominn til Kaupmannahafnar 17. september 1838. Og það var sendt herskipið Róta sem var sendt eftir honum og við sjáum hérna þegar hann að koma til Kaupmannahafnar og hyltur sem konungur þegar hann kemur. En lítum aðeins á þessi næstu ár Thorvaldsens. Thorvaldsen var fenginn íbúð og vinnustofu í Charlottenborg. En Kristján Friðrik, Danaprins, hann bað eða hvatti Stampe, baronessu, til að bjóða Thorvaldsen til sín á óðalsetur sitt í Nísö. Og það varð úr að Thorvaldsen var mjög tíður gestur þar og oft langtímum saman og eignaðist þar hlýlegt fjölskylduumhverfi sem hann eiginlega hafði ekki haft áður.
Hér sjáum við sjálfsmyndina enn einu sinni, myndhöggvarann, og þetta var skapað í Nísu. Thorvaldsen fann að hann var að eldast og ræddi við frú Stampe eigið minnismerki. Og Stampe sannfærði hann að minnismerki ætti að vera að sýna hann fullan af lífsorku og sköpunarkrafti, og þessu skyni lét hún smíða sérstaka vinnustofu. Thorvaldsen gerði leirmyndina, en það var Bissen, nemandi hans, sem hafði unnið með honum meira og minni í 10 ár í Róm, sem gerði þetta fyrsta í marmar 1859. Þetta nú verkstæði Völundar, þetta vinnustofa Thorvaldsens. Og nafnið letrað yfir inngangi vinnustofunar, og það er sálmáskáldið Grundtvig sem gaf því nafnið og kallaði það Völunds verkstæð, og það náttúrulega hinn íslenski Völundar smiður. Ævi Thorvaldsens var heilt ævintýri, og það endaði eins og eins konar ævintýri. Það var í upphafi verk sem hann ætlaði að horfa á í konunglega leikhúsinu að hann dó í sæti sínu. Hann var borinn í Charlottenborg og kistulaður í Charlottenborg. Og nokkur dögur síðar var kistan borinn í Maríukirkjuna. Og í líkvildinu voru Kristján Friðrik Danaprins, Vilkend engaþjónn Thorvaldsens, listamenn og einnig hópur íslenskra námsmanna. Í Maríukirkjunni tóku konungurinn og drottningin á móti kistunni og gengu á eftir henni ásamt prinsinum eins og foreldrar sem fylgja syni sínum. Minningarathöfnin Thorvaldsen fór fram í Maríukirkjunni 1844, en kistan var geymd í líkhúsi kirkjunar í 4 ár. Því að Thorvaldsen-safnið var ekki opnað fyrir 1848, og það er hér í Thorvaldsen-safninu 1848 sem Thorvaldsen var jarðsettur, og við sjáum hérna hvar hann liggur inn í garði Thorvaldsen-safnsins. Ég vil ljúka þessari ferð með Thorvaldsens eins og ég hóf hana, og þó að Thorvaldsen sé horfinn, þá er hann ekki gleymdur, og nú minnumst við þess að í ár 2020 eru 250 ár frá fæðingu Thorvaldsens. Takk fyrir að hlusta og horfa á. Takk. Kærar þakkir, Sigurður. Nú flytur Ólafur Gíslason listfræðingur erindið Thorvaldsen, Canova og endalok listasögunar. Góðan daginn, gott fólk. Til hamingju með daginn. Erindi mitt í þessu spjalli, stutta spjalli, verður að ásett deilefni í staðhæfingur sem kemur fram í inngangi að mikilli bók sem var gefin út fyrir 30 árum af listasafninu í Róm þegar að haldin var yfirlitssýning á verkum Thorvaldsens þar. Og það var fremsti listfræðingur Ítala á þeim tíma sem að skrifaði þennan formála og skipulaði þessa sýningu, Giulio Carlo Argan. Og hann hélt því þar fram að list Thorvaldsens hafi ekki verið framhald á klassíkinni heldur markað ákveðið rof gagnvart listasögunni sem slíkri í raun og veru, og að höggmyndir Thorvaldsens hafi verið heimspeki hokkin í marmara. Ég ætla sem sagt að leggja út af þessum orðum Argans sem hrein listheimspeki hafði höggmyndalist Thorvaldsens örugglega meiri áhrif á sögu fagurfræðinnar en á sögu höggmyndalistarinnar. Hún staðfesti að hið algjöra sambandsleysi listrænnar fegurðar og fegurðar í náttúrunni og hina algildu samsemd forms og innihalds. Fræðileg forsenda þessarar fagurfræði lá einmitt í duldri merkingu hins kalda marmara. Hegel hafði skilið þetta fullkomlega undir handleiðslu höggmyndalistar samtímans. Hér er Argan að tala það að heimspekingurinn Hegel hafi sem sagt
þekkt höggmyndalist Thorvaldsens sem hann gerði og að Thorvaldsen hafi haft mótandi áhrif á fagurfræði Hegels. Til þess að fjalla þessar fullyrðingar þá þarf ég enga síður að hafa svolítinn inngang og reyna að draga upp svolítið mynd af því umhverfi sem að Thorvaldsen sprottin úr og líka því sambandi sem að ég sjálfur hef trúlega fyrir tilvílun haft í gegnum mitt líf við Thorvaldsen. Og það fyrsta lagi það að við erum samsveitungar því að ég á ættir að rekja í Blönduhlíðina alveg svo hann. Hann var frá Miklabæ í Skagafirði, Blönduhlíðinni og ég ættaður þaðan í móðurætt frá næsta bæ eða svo mætti segja og var þar í sveit sem barn í mörg ár og á þaðan ljúfa minningar. Nú, eins og við vitum þá var hann fæddur í Kaupmannahöfn. Sem sagt, faðir hans fór 16 ára gamall úr Skagafirðinum ásamt með 2 systkinum sínum og setti stað til æviloka í Kaupmannahöfn, Gottskálk Þorvaldsson og hér lítil mynd af frá Kaupmannahöfn frá 19. öld svona til minnis það. Og Thorvaldsen hann fer sem sagt 11 ára gamall í Listaakademíunni í Kaupmannahöfn og þar í 12 ár held ég. Og hann gekk eiginlega ekki í venjulegan skóla heldur bara í Listaakademíuna. Svo vel til að ég sem sagt var í þessari sömu Listaakademíu líka í 2 ár. Þannig að þar kynntist ég auðvitað Thorvaldsen en hér myndin sem við vorum búin að sjá á hann sem hann gerði þegar hann var að útskrifast og annur sem hann gerði á sjálfum sér ungum manni þegar hann var komin til Rómar. Nú þetta mynd úr Listaakademíunni í Kaupmannahöfn frá 1839. Þá var Thorvaldsen komin heim og hann var orðinn yfirmaður Listaakademíunnar og þetta sýnir sem sagt umhverfið sem að hann ólst upp í og bjó til, skapaði líka í Listaakademíunni við Kongens Nytorv í Kaupmannahöfn. Við sjáum þarna þessar gamlu gifsmyndir sem að ég man eftir líka úr akademíunni þegar ég var þar á 7. áratugnum. Og okkur þótti það ekkert sérlega skemmtilegt að tekna forngrískar gifsmyndir og svo framvegis og við kunnum kannski ekkert sérlega mikið að meta Thorvaldsen sem nemendur á þessum tíma í Listaakademíunni og kannski líka vegna þess að við skildum ekki alveg forsendur listar hans en komum betur að því seinna. Thorvaldsen hann fór til Rómar, það gerði ég líka og beint frá Kaupmannahöfn, alveg eins og ég. Og þannig eigum við þannig þetta undarlega samhengi en hann kemur til Rómar sem sagt 1797, ég kom þangað 1967. Og þá blasti við honum eitthvað þessu líkt. Þetta var borgin sem að hafði að geyma lista- og menningarsögu Evrópu í raun og veru í heild sinni alveg frá tímum forngrikkja og til dagsins í dag eða til þessa dags og á þessum tíma flykktust listamenn og menntamenn og skáld alls staðar ára Evrópu til Rómar til þess að leita að uppruna vestrænna menningar í raun og veru. Og þar sá menn meðal annars í þessum rústum á keisaratorgunum í Róm, eins og við sjáum hér líka úr þessari grafíkmynd Piranesi sem sýnir okkur útsýnið yfir
Keisaratorginu í Róm frá Kapítólhæðinni. Þetta var það umhverfi sem að Thorvaldsen leitaði í og þar mætti hann eins og margir aðrir eins og margir aðrir listamenn, þar lifði hann sig inn í þessa sögu og þennan mikla menningararf sem þar varðveittur í byggingum og listaverkum sem að segja okkur samfellda Rómaborgar að þessu leyti eina borgin í Evrópu sem hefur samfellda listasögu bókstaflega ádreifanlega alveg frá stofnun borgarinnar nánast. Og þetta er málverk af skáldinu Goethe sem var einn af frægustu ferðalöngunum sem lögðu á sig svokallaðan Grand Tour til Rómar sem Tómas Sæmundsson sagði væri eiginlega skylda allra menntamanna að takast á hendur til þess að fullnuma sig í námi, í háskólanámi. Goethe skrifaði sína frægu bók Ítalíuferðina sem varð eins og handbók allra listamanna sem fóru til Rómar á þessum tíma. Hugmyndafræðingurinn sem að nýklassíkerarnir byggðu á og sem að Thorvaldsen hefur örugglega þekkt, það var þýskur fræðmaður sem að hét Winkelmann og hann sem sagt lagði eins konar fræðilega, hann skrifaði fyrstu listasöguna sem að samkvæmt svona okkar skilningi þar sem að hann heldur því fram að myndlistin hafi náð hámarki sínu í Grikklandi 300 fyrir Krist og hafi eiginlega ekki borið sitt bar síðan og sé fyrst núna að verða til endur vakna úr langri hnignun með nýklassíkinni. Og þessar hugmyndir Winkelmanns þær eru mjög furðulegar að mörgu leyti því að hann tengdi þetta að hann skýrði yfirburði Grikkja með því að þeir væru fallegri heldur en aðrir menn, að kynstofnin hafi verið svo göfugur og kynstofnin hafi verið svo göfugur vegna þess að í Grikklandi væri betra veðurfar og gjöfurli náttúra heldur en annar staðar í veröldunni. Og Winkelmann talar það til dæmis að kynþættir sem eru með skásett augu eða með mjög stórar varir séu eins og einhvert slísaskot í sköpuninni því að maðurinn séu skapaðar í mynd Guðs og mynd Guðs Grikkinn. Og hitt einhvers konar óskapanlegar sem að ekki hafa þetta fullkomna form. Og Winkelmann talar eftirlíkingu náttúrunnar og hann segir sem sagt eftirlíkingin svæfa í náttúrunni getur gerst samkvæmt einni fyrirmynd eða þá að hún gerist með því að sameina margar fyrirmyndir í einni. Í fyrra tilfellinu gera menn sannfærandi eftirlíkingu, til dæmis portrett. Þetta sjáum við í formum og myndgervingum hollendingana. Það var sannsagt einhvers konar realismi, hollenskur realismi sem að var svona hin hollenska útgáfa af barokkinu. Allar uppstillingarnar og allt það. Þetta var myndlist sem að Winkelmann hafði ekki mikið álit á. Í síðara tilfellinu þá tekur þau ekki mynd af einu manni, heldur finnur þau til dæmis 5 fallegar konur og þú setur þær saman og hugsar þær einu með fallega fætur, önnur með fallega handleggi, einu með fallegt nef og þú blandar þessu saman til þess að búa til mynd af fullkomnum líkama. Og út frá þessu bjó hann til svona
alltaf því stærðfræðilegt líkan af einu fullkomnu mannsmynd sem ætti að ríkja í myndlistinni. Og all þessi hugmyndafræði, við verðum að sjá hana í ljósi þess að þetta á þeim tíma þegar að Evrópa að leggja undir sig heiminn sem nýlenduveldi í raun og veru, og þetta tengist náttúrulega öllum þeim hugmyndum. En þetta var sem sagt eitt af því sem að Thorvaldsen hafði þekkti þegar hann kemur til Rómar. Hann hafði trúlega ekki lesið Kant nema þá kannski einhverjum útleggingum sem að voru, því hann hafði ekki það mikla bóklega menntun að hann væri mikið að lesa heimspeki, held ég. En það segir Argan að sem sagt Thorvaldsen hann hafi gert sína heimspeki í marmara en ekki í orð, farið ekki í orðum. En þegar hann kemur til Rómar þá það sem sagt kannski tvennt sem að skiptir máli fyrir utan allan menningararfinn sem þarna og það myndhöggvarinn Canova sem hafði komið til Rómar 13 árum áður og var orðinn heimsfrægur og frægasti myndhöggvari í Evrópu. Og það var líka sem sagt, aðgangurinn að marmaranum frá Carrara sem var efnið, bara rá efni sem hann uppgötaði og gat notað í sín verk. En marmari ju ekki til dæmis svo fundin í Danmörku eða annars staðar í Evrópu. Nú, hérna sjáum við sem sagt Thorvaldsen til vinstri og Canova til hægri. Canova hann var frá Feneyjum en hann kom til Rómar 13 árum áður held ég, eða 15 árum áður en Thorvaldsen. En Thorvaldsen kemur til Rómar 1798 held ég, ef ég man rétt. Ég verða mjög stuttorður og fara stutt yfir hvað þetta varðar allt saman, nema hvað að þarna sjáum við sjálfsmynd Canova og eina höggmynd hans sem að hann gerði 1801 eftir að Napoleon hafði komið til Rómar, eins og búið að vera að minnast á hér, og Napoleon lét færa eina stórbrotnustu höggmynd forngrískrar höggmyndalistar úr Vatíkanssafninu til Parísar og páfinn hann pantaði þá mynd frá Canova til þess að setja í staðinn fyrir Apollon frá Belvedere sem hafði fundist þegar að Vatíkanshöllin var grafin úr jörð í Róm þegar Vatíkanshöllin var byggð á 16. öld. Og við sjáum í þessari mynd sem sagt að Canova hann bara líkir eftir myndinni af Apollo, þessari grísku höggmynd og sýnir okkur ekki Apollon heldur Persef þar sem hann með höfuð Medúsu. Nú skömmu seinna gerir Thorvaldsen þessa mynd af Jason og hann var þá búinn að vera í Róm í 5 ár. Hann var búinn að fara á vinnustofu Canova og sjá þetta mikla verkstæði sem var bara eins og verksmiðja þar sem voru margir listamenn að vinna undir yfirstjórn Canova og hann var búinn að læra af Canova hvernig átti að endurgera myndir í mörgum eintökum og svo framvegis og hann sem sagt gerir svona gríska hetju með þessum hætti og
selur þessa mynd strax og hann verður í raun og veru frægur fyrir þetta og öðlast sambærilega frægð og Canova sem fremsti myndhöggvarinn í Róm á þessum tíma, og hann er að byggja sitt verkstæði sem er sambærilegt við verkstæði Canova. En hérna sjáum við mynd af verkstæði vinnustofu Canova í Róm, þar sem hann starfaði mestu frá 1780, og þarna eru sem sagt menn að vinna við að endurgera styttur, gera nýja eintök í mismunandi stærðum, og þetta var flókið ferli, sem sagt tæknilegt ferli það hvernig á að móta fyrst mynd í gifs og síðan yfirfæra það yfir í marmara og allt þetta og huga stærðar hlutföllum og svo framvegis. Allt saman mjög flókin tækni sem við getum séð í smáatriðum í þessari mynd, og þetta lærði Thorvaldsen í raun og veru á verkstæði Canova. Sjálfur byggði hann sér vinnustofu eða fékk vinnustofu rétt við Piazza Barberini í Róm, og þetta er mynd frá 19. öld af þessu torgi þar sem er þessi gosbrunnur eftir Bernini, og vinnustofa Thorvaldsen var þarna til hægri, og hún er ekki lengur, stendur ekki lengur, það búið að rífa og byggja nýtt hús. En hérna sjáum við sem sagt vinnustofu Thorvaldsen, og við sjáum hvað mennirnir eru litlir þarna í bakgrunnum, og þetta er páfinn sem er þarna í heimsókn á vinnustofu Thorvaldsens, og hvíta steyttan sem er þar á bakvið á er myndin af Píus VII páfa sem er hluti af minnisvarðanum sem var gerður í Péturskirkjunni. Þessi vinnustofa var í raun og veru eins og sýningarhús, sýningarsalur, og þarna kom allt ríka fólkið úr Evrópu og heimsótti, það var allir þessir menn sem fóru í Grand Tour og komið til Rómar, allir þessi menntamenn, þeir þurftu að heimsækja bæði Canova og Thorvaldsen, og þetta var eins og sýningarsalur þar sem að menn kom og pöntuðu, ég vildi gera að fá eitt eintak af þessu og þessu og þessu, og það voru oft sem sagt þetta var verkstæði þar sem að unnið var eftir pöntunum, og efnisvalið var oft réðst oft af því af smekk kaupandana ekki síður en af listamönnunum sjálfum í raun og veru. Thorvaldsen var félagslyndur maður, og hérna er skemmtilegt málverk á honum á kránni sem var kallað Jensen í Trastevere hverfi. Hann er hérna lengst til hægri. Ef við ætlum að reyna að skilja það sem Argan var að segja það að Thorvaldsen hafi rofið hefð frekar en að viðhalda henni með því að gera listina að heimspeki, þá þurfum við að sjá það að Thorvaldsen er eiginlega mitt á milli Kants og Hegels í svona hugmyndafræðilega séð. Og hver var þá munurinn á Kant og Hegel, hvað var það í fagurfræði? Kant, hann var mótaður af Winckelmann einhverju leyti og talaði gekk út frá því sem sjálfsagður hlut að listin fælist í að endurgera líka eftir náttúrunni. Náttúrufegurðin er forsenda fagurfræði Kants. Hún gat birst jafnt í hinu fagra og ægifagra eða sublími. Smekkurinn var hinn eina mögulega forsendan fyrir fagurfræðilega dóma. Snilligafan var forsenda listrænnar sköpunar að mati Kants. Hún var í senn náttúrukraftur og guðskjöf. Markmið listarinnar var að veita hlutlausa fullnægingu eða fullnægu. Hlutleysið átti að sætta mótsetningar skynjunar og skilnings hins huglæga og efnislega, hugmyndar og forms,
fagurfræðinnar og vísindana. Innan þessa ramma rökhugsunarinnar voru tilfinningunum settar þrengri skorður. Kant hafði ímugust á öfgum barokklistar og líka á öfgum rómantíkurinnar. Það sem að skiptir kannski mestu máli hérna er það að Kant leit á eftirlíkingu náttúrunnar sem eðlilega frumforsendu í allri listsköpun. Með áherslunu á hina hlutlausu fullnægju beindi Kant athyglinni frá efnislegu inntaki verksins að upplifun áhorfandans. Hlutlaus fullnægja merkir þá jafnframt hófstillingu tilfinningana og formfestu efnisins. Að þessu leyti uppfyllti höggmyndalist Thorvaldsens hugmyndir Kants að mörgu leyti, en það gerði líka list Canova. En þá komum við raun og veru að því hvað var það sem greindi á milli Thorvaldsen og Canova. Hérna á þessu skemmtilega málverki sjáum við paradís fagurfræðinganna. Þetta eru fagurfræðingarnir sem fóru í grandúrferðirnar til Ítalíu og þeir komu við í Uffizi-safninu í Flórens og þeir eru þarna að skoða klassikina og barokkið og renesansin og allt það. Og þeir voru sem sagt, eins og við sjáum þá hérna klædda, þá eru þeir með hárkollur eins og tíðkaðist í ancien régime eða fyrir fransku byltinguna kannski. En þetta er á tímum fransku byltingarinnar, þetta er á tímum róttækra breytinga í Evrópu og þessi menntamenn, þeir voru mótaðir af hugmyndum Kants. En rómantíkin, hún var ekkert langt undan, hún var eiginlega byrjuð á fullum krafti þegar að Thorvaldsen var í Róm. Delacroix gerði þessa mynd frelsið leiður fólkið 1830 og hér er allri formfestu klassíkurinnar hafnað og allum þessari hreinu upphöfnu dyggð, ef svo mætti kalla. Og þá er rétt að hafa í huga sem sagt að Thorvaldsen og Canova, þau voru samtímamenn Goethe og Schillers, Goya og Delacroix, Schuberts og Beethovens, Kants og Hegels, Byrons og Keats, Giacomo Leopardi, Jónasar Hallgrímssonar og Tómasar Sæmundssonar og margra annara stórmenna sem endurspegluðu og túlkuðu komu nútímans í Evrópu í kjölfar fransku stjórnarbyltingarinnar. Nú langar mig til þess að sem sagt skoða saman verk Canova og Thorvaldsen til þess að skilja það sem að Argan var að segja. Og þar sem ég höfum stuttan tíma þá ætlum ég bara að taka örfá dæmi og það er þá ekki síst þessar dísirnar 3 sem að eru eins konar tákmyndir fyrir ástina og Canova gerir 1810-13 og Thorvaldsen gerir það sama skömmu síðar. Ég veit ekki hvort að það er vegna þess að hann sé að líka eftir Canova eða hvort það var vegna þess að það var pantað hjá honum eða hvort þetta var bara hans frumlega hugmynd. En við sjáum að þessar myndir er ekki bara líkar efnislega, heldur eru það líka ólíkar. Og þær eru ólíkar að því leyti til að mynd Canova, hún sýnir okkur alltaf því erotísk atlot þessara tryggja kvenna. Hún er mjög holdleg og svona, sýnir holdlega nærveru á meðan dísir Thorvaldsen eru eins og kaldar og svona, það er engin erotík í þessari nálgun, heldur er hér hugmyndin ástina sem platónskt hugtak frekar heldur en sem eitthvað holdlegt fyrirbæri. Hérna sjáum við betur
myndkanóa. Hann var í raun og veru miklu flinkari myndhöggvari en Thorvaldsen. Hann var ótrúlegur handverksmaður og hann slípaði marmaran og bar á hann vax og til þess að gefa marmaranum alltaf því holdlega áferð. Thorvaldsen forðaðist þetta hins vegar og þar skiptir þar á milli meðal annars. Thorvaldsen vildi ekki fá holdlegan hita í myndir sínar. Hann vildi að þær væru steindauðar í raun og veru. og hérna sjáum við sem sagt að marmarinn átti að lýsa sjálfur. Hann átti ekki að vera eins og lýsinga. Hann var ekki eftirlíking á holdi, heldur var hann framköllun á hugmynd. Og það þetta sem að Argan að tala að þetta sé heimspeki sem hokkin í marmara og þess vegna sé þetta nánast eins og platónsk hugmynd sem hefur ekkert með eftirlíkingu náttúrunnar að gera, heldur með það að gera sem að Hegel kallaði að hinn skynjanlega efnislega mynd hugmyndarinnar. Hérna sjáum við sem sagt atlotin í mynd Canova og hérna sjáum við samræðu frekar í mynd Thorvaldsens. Þetta ekki holdlegt samband, heldur þetta andlegt samband sem þarna á sér stað. Og þetta sem sagt munur sem að Argan að tala að gera það að verkum að Thorvaldsen stendur okkur næri tíma sem listamaður sem hefur skorið á þessa hugmynd að listin eigi að herma eftir náttúrunni. Hún sé algjörlega heimspekilegs eðlis. Og þessi eros eða amor sem í mynd Thorvaldsens en ekki í Canova, hann leikur á hörpu og það samhljómur hinn heimspekilega harmonía sem að þar leikin en ekki einhver erotíski leikar. Nú, þetta sem sagt frá sýningu sem að haldin var í Mílanó í fyrra og þar voru þessar myndir Canova og Thorvaldsens sýndar og þessi sýning hún hafði titilinn Fæðing nútíma höggmyndalistar í Evrópu, eitthvað svoleiðis. Og þar voru þessi tveir listamenn sýndir sem einhvers konar feður nútímalistarinnar, ef svo mætti segja. Og þetta skemmtilega vídeó sýnir okkur hvernig Ítalir gerðu mikið upp úr úr þessum listamönnum og hvernig þeir hérna sem sagt héldu upp í minningu þeirra. Þetta eru dansmæjarnar sem voru þarna í kring sem eru eftir Thorvaldsen og þetta eins vegar þær sem að Canova gerði. Við sjáum að það meira hreyfing í myndum Canova. Það allt saman hófstildara hjá Thorvaldsen og þetta sem sagt þessi áhugaverði munur sem á þessum tveimur listamönnum og sem að skiptir miklu máli þegar að tilkastana kemur. Þetta Venusarmynd sem Canova gerði og við getum fundið alveg hitan af líkama Venusar í þessum marmara sem slípaður með vaxi og með ákveðnum aðferðum sem voru leyndardómur hjá Canova sem enginn fékk að vita hvernig hann fékk þessa áferð á marmaran sem var engu lík. En
Thorvaldsen hann gerði alltaf sami mótíf og það kom alltaf á eftir komu þessi mótíf. Hann gerði líka Venusarmynd og þetta Venus með eplið og hún hafði að fyrirmynd gríska mynd sem í Louvre-safninu. Venus með eplið Venus þegar hún búin að fá eplið frá París sem gulleplið sem verðlaun fyrir það að hún væri fegurst af gyðjunum 3 og Venus hún gaf París í staðinn Helenu fögru sem var orsökin að Trójustríðinu. Það þessi saga sem liggur þarna á bakvið og við sjáum að hér ekki þessi holdlegi hiti heldur þetta hinn kaldi marmari, hinn dauða stytta í raun og veru, en hinn lifandi hugmynd í staðinn. Annað efni sem að þeir gerðu af mörgum sem þeir gerðu sem sameiginlegt efni hinn sigursæli Amor. Þetta 3 útgáfur af 6 sem að Canova gerði af þessu vinsæla efni og þetta var allt saman gert eftir pöntunum. Sjáum að sá sem lengst til vinstri, hann með björkinnfærin sem sagt, en sá sem lengst til hægri, hann búinn að fá laufblað yfir og þetta bara fólki sem hefur pantað þessar styttur, það hefur pantað, ég ætla að fá laufblað á tippið á Amor. Og þá það sett og sá í miðið með andliti af pólskum prins. Þetta var frænka prinsins sem að pantaði mynd af prinsinum sem að satt fyrir hjá Canova þegar hann gerði þetta verk. Thorvaldsen gerir þessar myndir af Amor. Svo lengst til vinstri sem sagt gerð 1789 þegar hann var að fara til Rómar og hún í gipsi, þetta lágmynd og þar ekki komin þessi stífu form, þar einhver afslöppun í og svona algjört kæruleysi í frásögninni en guðamyndir Thorvaldsen áttu eftir að taka á sig stífari og ákveðnari mynd. Það svona forvitnilegt til þess að sjá þetta í samhengi að nýklassíkin hún var andof gegn barokklistinni, öllum öfgum barokklistarinnar. Þessi fræga mynd af sigursæla Amor eftir Caravaggio frá 1602 og hún var á sínum tíma byltingarkennd vegna þess að Canova hann tók bara fylgisvein sem hann hafði málað við ýmsum stellingum og sviðsettur hann sem Amor í svona ögrandi erotískri sviðsmynd sem að gengur þvert á allar platónskar hugmyndir sigursæla Amor sem að veitir okkur hérna platónsku ást hugmyndana. Bara svona til þess að sýna ykkur hvað kom á undan ef svo mætti segja. Nú, þá erum við komin að þessari spurningu, hvað lærði Hegel af Thorvaldsen ef hann lærði eitthvað á honum? Fagurfræði Hegels að mörgu hluti mótsagnakennd og hann skrifaði eiginlega aldrei beint bók fagurfræði heldur en hann hélt marga fyrirlestra og það voru nemendur sem að skráði þetta upp og síðan var þetta gefið út eftir með flóknum aðferðum sem voru valin handrit frá nemendum og frá Hegel sjálfum og þetta mjög ruglingslegur texti að lesa og erfitt að átta sig á því en eitt grundvallaratriði sem að Hegel áttaði sig á var það að myndlistin hún snerist ekki að líka eftir náttúrunni. Hún snerist
hið andlega. En fagfræði Hegels var mörguleyti mótsagnakennd en mótsagnir hennar varða grundvallaratriði og eru því mikilvægar. Hegel hann skilgreindi listina sem skynjanlega birtingarmynd hugmyndanna, ekki náttúrunnar heldur hugmyndanna. Hún felst því ekki í eftirlíkingu náttúrunnar eins og Kant sagði. Galdur listarinnar felst í að því hreina efnislega form birtingarinnar samsvari hinni hreinu og algildu hugmynd, sem hann kallaði líka anda eða geist. Listin gefur andanum sýnilega eða skynjanlega efnislega mynd, sagði Hegel. Skynjanleg birtingarmynd hugmyndanna þannig grundvallaratriði sem samsvarar vel höggmyndalist Thorvaldsen og betur heldur en Canova. Thorvaldsen leitaðist við að þurrka út allt tilfallandi og tilviljunarkennt í náttúrunni til að framkalla hið hreina og heildstæða form hugmyndarinnar án tilfinningarlegra útúrdúra eða oflæðis. Að því leyti samsvarar listans hugmynd Hegels jafnvel betur en Canova. Hér kemur smá texti eftir Hegel sem að ég búin að þýða á íslensku sem að segir okkur kannski svolítið kjarnan í því sem að hann var að hugsa. Trúnaðurinn við hinn eilífu lögmál Guðanna, hér er hann að sem sagt tala hvað listinni hafi hrakað frá tímum Forngrikkja í raun og veru. Og þar er hann undir áhrifum frá Winkelmann sem sagði að í Grikklandi til forna hefði myndlistin náð hámarki sínu. Og hann segir samtímalistina, trúnaðurinn við hinn eilífu lögmál Guðanna hefur verið kæfður niður, rétt eins og véfréttin sem veitti mönnum svör við einstökum spurningum þögnuð. Sem sagt að listin til forna var eins og véfréttin, hún veitti mönnum guðdómlega uppljómun. Stytturnar eru núna liðin lík, sem hinn líkjafandi sál hefur yfirgefið rétt eins og sálmarnir sem eru orðnir að innantómum orðum. Jafnvel í kristindómnum þá eru trúarbrögðin búin að glata þessum krafti sem þau hafði í Grikklandi til forna. Mötuneyti Guðanna hafa nú enga andlega næringu að drykka á boðstólum sínum. Og sami að segja leikana og hátíðirnar sem eru hættar að færa vitund manna þá gleðiríku tilfinningu fyrir einingu við eigið eðli sem það eitt sem gerðu. Verk listagyðjunnar hafa glatað styrk andans, því hann hefur ekki öðlast sitt sjálfsöryggi með smættun, og upplausn guða og manna. Verk hennar eru orðin það sem þau eru okkur nú, fallegir þurrkaðar ávextir sem búið að tína af trjánum. Sem sagt, listin ekki lengur lifandi ávextur sem við getum fundið í því umhverfi sem hann vex í, hangandi á tréð og skilið ekki bara ávextin heldur tréð heldur eins og uppþornaðar ávextir. Skoðum þetta betur. Hérna er kristmynd Thorvaldsens og guðspjallamennirnir. Thorvaldsen hann gerði ekki mörg kristin trúarleg verk. Það sem hann gerði voru grafsteinar af kristnum myndum og svo þessar myndir fyrir dómkirkjuna í Kaupmannahöfn. Og hvað sagði Hegel sem sagt? Stytturnar núna liðin lík sem hinn lífgefandi sál hefur yfirgefið rétt eins og sálmarnir sem eru orðnir að innantómum orðum. Mötuneyti Guðanna hafa nú enga andlega næring við að drykka á boðstólum sínum og sama að segja leikan og hátíðarnar sem eru hættar að færa vitund manna þá gleðiríku tilfinningu fyrir einingu við eigið eðli sem það eitt sem gerðu. Á þetta við þessar myndir Thorvaldsens, við getum bara spurt okkur að því, það liggja milli hluta í bili.
Hann heldur áfram að tala um þessa þurrkuðu ávexti sem að listin í dag, eins og á tímum Hegels. Engu að síður það svo að stúlkan sem ber fram þessa afskornu ávexti, og þar hann að vitni í teikninguna sem við sjáum hér til hægri, yfir eðli þeirra hafin. Stúlkan þá eins konar listagyðja. Tréið, loftið, ljósið, höfuðskepnurnar og hinn ytri skilyrði almennt sem þessir ávextir urðu til í, þar sem hún yfir þetta hafi, þar sem hún tengir þetta allt saman með upphöfnum hætti í sjónhendingu hins sjálfsmeðvitaða auga og með tilherrandi fasi. Þannig andi þeirra örlaga sem leggur fram fyrir okkur þessi listaverk. Hann meira en siðferðilegt líf og veruleiki þessarar þjóðar, því hann áminning þess anda sem hún hafði útýst. Hann andi þeirra harmsögulegu örlaga sem hafa safnað saman öllum hinum einstöku guðum og helgidómum þeirra í eitt allsherjar panþjón í þann anda sem verður meðvitaður sig sjálfan. Hegel raunverulega að tala það að listin sé á vissan hátt hafi glatað gildi sín á einhverju leyti miðað við það sem hún hafði í Grikklandi til forna og þarna lendir hann í ákveðinni þversögn eins og ég sagði, því að hér í annarri tilvitnun segir hann þessi frægu orð. Ef við á annað borð setjum listina á þennan háa stall, þá einnig rétt að hafa í huga að hvað innihald og form varðar, þá listin ekki hinn algilda og æðsta leið til að vekja andan til vitundar hagsmuni sína. Hvaða afstöðu sem við viljum annars hafa til listarinnar, þá það ljóst að hún vekur ekki lengur þá fullnægju andlegra þarfa sem eldri þjóðir og tímaskeið leituðu eftir og fundu í henni. Hvað allt þetta varðar og hinn göfugustu markmið listarinnar, þá tilheyrir listin í okkar augum liðinni tíð. Þetta þessi fræga setning Hegels sem að menn hafa velt böngum yfir á 20. öldinni og 21. og fyrst sig þetta kannski orð sem að eiga erindi til okkar í dag. Þversögn Hegels tengdist þeim skilningi hans að listin hafi verið hrein og skynjanleg birtingamynd guðdómsins meðal Forngrikkja. Hún hafi úrkynjast sem slík þegar á tímum Rómverja því hún hafi tæmst af trúarlegu inntaki sínu. Með því þurfti Hegel í raun að afneita hinni kristnu arfleið listarinnar sem hann gerði aldrei. Hann var trúaður, hann var lúterstrúar eins og Thorvaldsen. Sú list sem tilheyrir liðinni tíð í skilningi Hegels lokar ekki á list framtíðarinnar. En form hennar verða í raun eins og áminning eða endurminning horfið trúarlegt inntak listarinnar. Listin sé upprunalega trúarlegs eðlis, en hún hafi glatað þessu á okkar tímum. Listasafnið verður þá eins konar panþjón minnisvarðana horfna guði. Og hérna koma þá innum horfnu guðir. Þetta eru tveir framúrstefnulistamenn á 20. öldinni sem hugsuðu í þessa áttina, Lucio Fontana og Twombly, báðir störfuðu þeir í Róm og eggformin eru sem sagt eftir Fontana og hann kallaði þau endalok Guðs. Og myndin í miðjunni málverk eftir Twombly sem bandaríkjamaður sem bjó í Róm og þetta myndin af Apollon. Og þetta þá guðamyndir úr panþjón hofi listana á okkar tímum. Ég held ég bara skilji þetta eftir að nokkur leyti sem spurningu en ég var sem sagt hér að reyna að benda á ákveðna listæðu eða skildleika milli Thorvaldsens og Hegels. Takk fyrir.
Kærar þakkir, Ólafur. Nú ætlar Harpa Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands, að segja nokkur orð. Gjör svo vel, Harpa. Já, sæl aftur. Ég vildi nú bara rétt svona aðeins í lokin fá að þakka fyrirlesurum fyrir þeirra innlegg, fyrir þeirra mikilvæga þátt í að gera þessa dagskrá. Við erum búin að sjá það núna á þessum erindum, þessum ólíku erindum sem hafa veitt mér heilmikla vitneskju og góða upprifun líka að einhverju leyti ævi Thorvaldsen og hans samhengi. Ég held að við getum alltaf sagt að það ákveðin ábyrgð falin í því að halda sögunni við, og við á Íslandi sem að erum gömul þjóð, við vitnum til gamals tíma þegar við tölum okkar menningarlíf, að það á ekki síður við í listasögunni, myndlistasögunni, að við getum með sanni sagt að Thorvaldsen hann var og hluti af okkar sögu, þó hann hafi ekki verið þáttakandi í því að koma listalífi með sínum verkum og á sínum starfstíma, að þá gerist það síðar með öðrum hætti. En vissulega þjóðin var hluti af danska konungsríkinu, og það það sem við þurfum líka að minna okkur á. Jeg vil jo sige tak til vores danske medarbejdere, vores danske venner. Vi alle som arbejder her i den gruppe, Runar Leifsson fra ministeriet og Olaf Egilsson, vores førre ambassadør til mange lande, som har hjulpet os og som har deltaget. Og I har jo med jeres positive styrke sat også Thorvaldsen-museet i København med til den program, som jeg synes var meget interessant. Det jo altid interessant med museet, at de står jo ikke og går i støv, ligesom man siger. Vi jo de institutioner, som blev funderet i 1900-tallet, men vi de institutioner, som developes hele tiden. Så mange tak, Annette Johansen i København, for din deltagelse, som var meget vigtig. Þakka þér einnig kærlega fyrir, Sigurður Egill Þorvaldsson, læknir, fyrir þinn áhuga og að segja svo vel frá lífi og list Thorvaldsens, minna okkur á þetta lífskeið stórmenna, meistara eins og við segjum, og að samanskapi vil ég þakka þér, Ólafur Gíslason, fyrir að fara með okkur inn á þær brautir heimspekina sem að listin alltaf hluti af, og tala fegurðina og klassíkina sem að eitthvað sem að við eigum ekki eina uppskrift af, eins og við vitum, en við sjáum líka að við erum alltaf að efast það, hvort að nútíminn sé nógu góður og hvort að framtíðin sé þess virði, eða hvort skulu horfa fram eða aftur. Og ég held að við þessi ágæta enda á þessum orðum að með erindi Ólafs Gíslasonar þá eru margar spurningar og endalaust hægt að velta sér upp kenningum Kant og Hegel og skoða myndlistina á hverjum tíma og leyfa henni þannig að vera svona aflvaki í okkar hugsunum og okkar röksendum. Það búið að vera mjög ánægilegt að fá að vera þáttakandi, og það mjög sönn ánægja að Listasafn Íslands hafi haldið utan þessa dagskrá í samstarfi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið og alla þá samstarfsaðila sem hér voru nefndir fyrr þegar þessi dagskrá hófst, og vildi ég ítreka þetta þakklæti til fyrirlesarana Annette Johansen,
Sigurðar Egils og Ólafs Gíslason líka fyrir hönd okkar sem vorum í þessu stýrihóp, Ólafs Egilssonar og Rúnars. Takk ykkur fyrir, þá tekur Guðrún og slítir þessu formlega. Já, takk Harpa og þið öll fyrir fróðleg og skemmtileg erindi. Að lokum viljum við minna fólk á vefsýninguna Bertel Thorvaldsen sem opnar í daginn á vefsíðu sarpur.is. Þar gefst tækifæri til að skoða verk listamannsins í Listasafni Íslands og Þjóðminjasafni Íslands, auk muna og ljósmynda sem tengjast Thorvaldsen og verkum hans hér á landi. Í kvöld mun Listasafn Reykjavíkur í samstarfi við sendiherra Danmerkur á Íslandi bjóða upp á 2 kvöldgöngur þar sem farið verður á milli listaverka Bertels í miðborginni. Vegna fjöldatakmarkana var skráning nauðsynleg í göngurnar en mér skilst að það sé því miður fullbókað í þær. En Listasafn Reykjavíkur mun einnig setja gönguna inn í appið Útilistaverk í Reykjavík sem auðvelt að nálgast. Göngurnar verða leiddar af sérfræðingum safnsins, þeim Aldísi Snorradóttur og Sigurði Trausta Traustasyni og við hvetjum ykkur til þess að kynna ykkur appið. Nú dagskrá málþingsins lokið og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Verið sæl.